Góðan daginn og gaman að sjá hvað rosalega fjölmennt hjá okkur í dag. Það er alveg ótrúlega ánægjulegt fyrir okkur og öll sem erum hér inni og bara landan hvað þetta málefni hefur allt í einu einhvern veginn bara rokið af stað síðustu ár. Því þetta hefur verið okkur mjög huglegt í krafti sem er stuðningsfélag sem ég stofnaði á samt mörgum öðrum og bara það er alveg yndislegt að sjá ykkur öll. Og ég ætla aðeins að fara bara í gegnum það sem að ég er búin að fara sjálf í gegnum og hef lent í gegnum tíðina og fyrst og fremst þá snýst kynlíf og bara náin samskipti bara eru þú veist eins og hjónabandi, þetta er erfiðasta vinna sem við skráum okkur í og er erfitt að segja upp, þannig að það að geta tala saman er alveg ótrúlega mikilvægt og geta talað opinskátt hlutina að það skiptir öllu máli. En erindi mitt hér í dag heitir breyttur líkami, breytt kynlíf. Og þar set ég spurningamerki því að fólk oft heldur að breytingarna verði mjög miklar sem þær verða oft á tíðum og minn líkami í rauninni umbreyttist eftir mín mergskipti. Það sem að var svona erfiðast í upphafi, náttúrulega meðferðin sjálf var rosalega erfið og ég fór í háskammta meðferð þarna í september 2007, þá 26 ára gömul og fekk síðan merg eftir það tímabil og var svo í 3 mánuði í Huttinge. En þarna lágu af mér kílóin, hvert að fætur öðru, þangað til urðu 12-14 og ég horfði á viktina fara niður dag frá degi, hálft kíló daglega og mér var náttúrulega fara að lítast á þetta þar sem alla konur langar að vera grannar og fínar en þegar ég horfði í spegil þá sá ég bara strik, þú veist, engin brjóst, engin læri, enga mjaðmir, þú veist, ekkert og bara nema svo var ég náttúrulega með moon face, það var ekki alveg svona að passa við þennan líkama. Þannig að þessi líkams ímynd, hún bara gjörsamlega var í rúst og svo ofan á það bættist náttúrulega ýmislegt annað, aukaverkanir, mikill þurrkur í slímhúð og þá mjög mikill í augum og munni og náttúrulega í leggöngum og er enn í dag, þannig að eins og hann kom inn á hérna hann hollendingurinn okkar á þannig að þú veist það er svo margt annað sem maður getur nýtt til þess til að bleita upp í leggöngum, eru alls konar lúbrikant efni, svona sleipi efni og annað. En matarlistin var náttúrulega engin á þessum tíma og ég horfði bara á kílóin fara. En smám saman bara með mikilli bjartsýni og elju að þá svona fór maður að byggja upp líkama sinn og ég man alltaf eftir því að eftir ég var veik og farin aðeins á ról að það fyrsta sem fólk spurði mig var alltaf Hildur, hvað er þetta að vinna núna? Það var alltaf þetta, þú veist, hvað er þetta farin að gera? Og maður alveg, já ég er að vinna í sjálfri mér, þú veist, ég er að byggja mig upp því að ég var náttúrulega bara hrak eftir þetta. Og tók alveg góðan tíma rúmlega árið í það, en fór svo að vinna í líkamsræktarstöð og náttúrulega var kennari og íþróttakennari þannig að það hentaði mjög vel og gat svona byggt mig upp sjálf að mestu leyti en fór líka í endurhæfingu og annað. En kynhvötin, hún hvarf algjörlega og ég var svo hrædd að hún myndi aldrei koma tilbaka. Og þetta var svo ömurlegt að hafa bara akkurat enga kynhvöt og þú veist það var ekkert, þú veist sem að ekki einu svona horfa okkur á fallega myndir eða erotískar kvikmyndir og eitthvað annað. En ég get allavega huggað ykkur sem eigið kannski við þann vanda að etja í dag að þetta er svo mikið í hausnum á okkur og ég komst vel að því árið 2004 þegar ég og Sassa sem var með mér í krafti og er enn að við fórum saman á ráðstefnu krabbamein og kynheilbrigði. Og þar, þú veist, var rætt þetta mjög opinskátt og þetta var alveg 2 eða 3 daga ráðstefna, Nanna og fleiri voru með mér annað. Og þetta var alveg frábær upplifun og eftir þetta þá tókum við saman, tókum tíman sko 12 klukkustund sem tók okkur að setja þetta saman í fyrirlestur og höfum farið víða með þennan fyrirlestur krabbamein og kynheilbrigði. Og það er alveg magna þegar maður bara þú veist setur aðeins hausinn í þetta fyrir að lesa sér til það hvað aðrir eru að gera og bara þetta eðlilega og annað eins og með kynlífshjálpartæki sem mjög margir eiga erfitt með að tala en það hjálpar konum allavega mjög mikið og það hjálpar mér mjög mikið að nota þú veist lítið egg eða eitthvað svona til þess að fá víbringin og svona því að slímhúðin er ennþá léleg og þegar maður svona fór að vakna til lífsins og vildi nú kannski fara að stunda kynlíf að nýju að þá svona kom svona þú veist fór maður að finna, fór ég til læknismins og baði hann einhver smyrsl og fekk alls konar stíla og svona og svo poppuðu alltaf stílarnir bara út og ég fór svona, jæja, hvað er nú í gangi? Þeir bara bing, alltaf beint út aftur. Þannig að þeir festust ekkert upp í leggöngunum og bara komist ekkert inn. Þannig að ég fór pantaði tíma hjá kvensjúkdómalækninum mínum og
og hann svona, já, ég vildi við skulum bara kíkja á þetta og svo náttúrulega bara var hann ekki lengi að sjá það að þú veist að leggöngin voru bara algjörlega gróin saman. Og þá verður þessi örvefsmyndun í leggöngunum sem að ekkert grín, skal ég segja ykkur. Og hann reyndi eitthvað að opna hana fyrir og annað og sendi mig heim með hérna stórt box, sko. Og ég man alltaf eftir því að mamma grét og ég hló, þú veist, maður tók þetta og tekur enn mikið á húmórnum, það sem maður að gera, sko. Að ég kom með svona litla stauta frá því að voru svona stórir og svona mjóir upp í rosa göndla, sko. Og meðferðin mín var sem sagt að liggja í 40 mínútur, allavega 2 á dag, með þann drjóla sem ég kom upp í leggöngin og snúa. Þannig að ég get ímyndað ykkur þegar maður lá í rúminu og 40 mínútur að snúa og setja smisl og svona. En þetta virkaði og ég man ekki hversu hátt ég fór upp í þessa göndla, sko, en þetta allavega, ég þurfti kannski að taka smá sessjón aftur á þessu, en allavega, þú veist að þau eru ennþá þröng, en það allavega hægt að stunda kynlíf og þú veist það og líka það með að breyttu líka með breytt kynlíf. Kynlíf að sjálfsögðu breytt og ég myndi segja að það væri bara betra. Ég þessi gula lína hjá honum, hann hollenska gurnum, sem alveg bara miklu betra því að þú veist maður meira kannski að hugsa það og ég hafa náttúrulega yndislega maka líka því þetta allt samvinna hjá fólki og það það sem skiptir máli líka að geta talað hlutina og við náttúrulega í okkar félagskap hér í Krafti höfum líka alltaf verið rosalega duglega að tala okkar á milli það sem að okkur hugleikið og þetta eitt af því sem að þú veist okkur finnst skipta svakalega miklu máli og við fögnum því að það sé nú ráðgjöf inn á spítalanum með Jóni Ingibjörgu, það er enda bara 20% og mér skilst það sé alltaf fullt hjá henni en það allavega bara meiri háttar að það skuli vera komið í gagnið. En það sem að sko hjálpaði mér, svona, ef við lítum svona stórt á þetta og bara breytti yfir, að það var húmórin hjálpaði mér náttúrulega alveg gífurlega og það náttúrulega haldi alltaf í jákvæðnina og bara byggja sig upp og náttúrulega svo komi kílóin og brjóstin komi aftur út og svona, því að eins og Steinar með hérna ná honum upp eftir krabbaminn, þá var ég svona, hvað get ég verið svona sniðuölu að ná þeim út eftir meðferð. Þú veist, þau komið tilbaka og meira til sko, þannig að líka þegar aldurinn færist yfir þá verður maður kannski íturvaxnari. En allavega eitt sem vist að flesti kallmenn sem ég þekki, þeir verður frekar konur með vöxt heldur en einhverja tannstöngla. Þannig að við erum bara að vera ánægð með skrokkin okkar. Og líka það með ráðgjöfinni hér hjá Krabbameinsfélaginu, þá náttúrulega alveg frábært að geta leita til þess að fagfólks. Og það það sem að fólk þarf að gera ef það getur ekki tjáð sig eða á ekki maka. Að það náttúrulega líka stórt issue, þú getur ekki rætt þessi mál og það kannski erfitt að fara á date og að finna sér maka þegar maður drullu lasin sko. Og hárlaus og fallegur, þú veist, eins og maður, þú veist, þekkir og besti þessu húmórinn inn á krabbameinsdeildinni á setustofunni sko sá svartasti sem að ég hef upplifað og með mínum félögum hjá Krafti líka, en þú veist, það sem gefur líka lífinu gildi, að geta komið sér áfram og hafa gert svolítið grína sjálfum sér og því sem maður lendir í. Þannig að þetta virkar allt svona samþætt og svo náttúrulega bara, já, ég veit það ekki, þú veist, kynlífið náttúrulega ekki eins og ég sagði, en það samt í staðar og þetta mikið í kollinum á okkur, þannig að þú veist, ef maður alveg desperate yfir þess að maður hafa enga kynkvöt, þá bara að gera að fara að horfa á fallega myndir og lesa sér til og þú veist, eins og þegar við Sassa vorum þessar fyrirlestrar, það var svo gaman að sjá fólki, sko, að það allt svona uppveðraðist og svo kom það til okkar svona eftir alveg, bara Hildur, ég sem að fara heim að hitta konuna minna núna, ég svo spenntur. Þannig að, þú veist, þetta líka bara umræðan, að fólki veit að fólki finnst erfitt að tala kynlíf og sérstaklega ef það mjög lélegt eða ekkert. En það kemur með tímanum. Þannig að það vera sáttur í eigin líkama og vera sáttur við sjálfan sig og taka ábyrgð á eigin heilsu, það það sem að Guðrún Helga Arnarsdóttir heitin sagði alltaf og ég tek undir þau orð og við öll að þegar við tökum ábyrgð á okkar eigin heilsu og kynheilbrigði, eins og ég vil kalla það, ekki kynverund, flýg hér nei, ég ræði engum þessu orð, þannig að ég vil hafa það mín loka orð, þú veist, að við tökum ábyrgð á okkar eigin heilsu og kynheilsu og ég þakka bara fyrir. Takk.